Já, góðan daginn. Helgi heiti ég og ég ætla að sýna ykkur hvernig maður byrjar að nota YIPI gæðakerfi fyrir fagaðila í mannvirkjagerð. Farið inn á til dæmis Google Chrome og á vefsíðuna yipi.is þar sem eru ýmsar upplýsingar fyrir nýja notendur, kynningarefni og fleira. En við ætlum að fara beint inn í kerfið með því að smella á innskráning og ef þið hefði farið áður inn í kerfið þá kemur sjálfkrafa upp ef þið hefði smellt á að muna eftir mér. Þannig að ég ætla inn kerfið. Hér er ég með kennsluútgáfu fyrir til dæmis verktaka sem heitir Verktaki EHF og hann er inn í vinnusvæði sem heitir gæðakerfi til kennslu en í ykkar tilviki myndi það heita bara gæðakerfi og nafnið á fyrirtækinu. YIPI kerfið er byggt upp með 3 megin gluggum sem eru hérna dálkurinn til vinstri þar sem þú velur í rauninni þar sem þú ætlar að vinna með á hverjum tíma. Í miðjuglugganum koma upplýsingar það sem þú hefur valið hér og í hægri glugganum eru síðan alls konar upplýsingaborð úr verkfærum eins og dashboardinu, workflow töflunni, actionlistanum, vinnuskráningum, tengiliða upplýsingar og inboxi og fleira. Svo hérna fyrir ofan eru síðan fyrirtækin sem þið notið til þess að vinna með hverja einingu fyrir sig. Hver eining í kerfinu getur verið af þessum tegundum hér, þar sé verkefni, upplýsingar, eitthvað til afhendingar, task, tímaskráning, atburður, fundir, minnispunktar, skjöl og svo fleira. Allar einingarnar virka eins. Þessi sundurgreining er fyrst og fremst til þess að aðgreina í sundur það sem þú ætlar að vera með skjölinni eða það sem þú ætlar að vera með fundi eða eitthvað slíkt. Dálkurinn hérna til vinstri, hann eru filterar til þess að filtera út það sem þú vilt sjá, ákveðnar einingar með ákveðin eigindi og allar eru stiltar á að vera not done í upphafi og þú getur sett status á þær þegar þú ferð að nota hverja einingu og skoða eftir tímasetningum líka. Þú getur ákveðið að skoða bara einhverja ákveðna típur af einingum í kerfinu. Þú getur verið með favorites glugga þar sem þú ert búinn að raða inn uppáhaldsverkefnum þínum inn í kerfið og hér er ég sérst með all mín favorite. Síðan í vinnusvæðum eru verkefni eins og hérna er verkefnið gæðakerfi til kennslu. Þar eru verkefnin G1, 2, 3, 4 og 5, stendur fyrir gögn 1, 2, 3, 4 og 5. Þau eru öll undir þessu vinnusvæði. Sjálfur er ég með nokkur önnur vinnusvæði sem við skoðum ekkert hér. Úr hverju vinnusvæði er sem hægt að merkja við favorite verkefni í hverju vinnusvæði sem maður notar reglulega. Í þessum glugga hér veljum við sem sagt til dæmis eins og G1, gögn 1 í YIPI byggir sem allir hafa aðgang að. Þetta eru upplýsingar sem ég útbý fyrir alla notendur til að hafa aðgang að án þess að þeir þurfa að hafa áhyggjur af þessum liðum eða það er skylda að vera með alla þessa liði inni í sínu gæðakerfi. Hér eru byggingarreglugerðir, tilmæli HMS, ýmis gögnum, gæðastjórnunarkerfi, skoðunarblöð úttektaraaðila, þeir sem eru að framkvæma skjalaskoðun og virkniskoðun, veiðiblöð og tenglarinn á síður byggingafulltrúa á mismunandi stöðum á landinu, innri úttektir fagaðila, þar sé að gátlist sem mismunandi fagaðilar geta notað til þess að gera innri úttektir á eigin verkum. Þar eru ýmis konar tékklistar sem hægt er að haka í. Það kemur fram hérna prósentan, það er mikið búið af tékklistunum sem þeir hafa ákveðið að nota í sínum úttektum. Sama á þetta er samt fyrir hönnuði. Hérna er fyrir byggingarstjóra, mjög ítarlegir gáttlistar meðal annars fyrir áfangaúttektir og svo eru einfaldari listar fyrir iðnmeistara þar sem þeir hafa ekki sömu skyldu til innri úttekta og byggingarstjórar. Hérna er niðurmátt af ýmsum samningum og vil benda á til dæmis eins og þennan. Samningur samskipti og stjórnun milli byggingarstjóra og iðnmeistara. Þetta er skyldu samningur á milli iðnmeistara og byggingarstjóra í öllum verkefnum. Mikilvægt að útbúa slíka samninga og hægt að nota þetta sniðmátt bara með því að afrita þennan texta og setja inn í Word eða að nota viðhengi sem við erum með hérna undir bréfaklemmunni, hlaða niður á tölvuna sína og editera samning samskipti og stjórn. Aðrir samningar eru þarna eins og milli byggingarstjóra og eiganda, verkkaup á hönnunarstjóra og svo framvegis. Nokkrar mismunandi gerðir sem hægt er að nota fyrir mismunandi tilvik. Kafli 2, þar er allt verktakann sjálfan.
Þetta væri þá nafnið á verktakanum og hér mætti skrá ýmsar upplýsingar verktakann, en hér er fyrst og fremst gæðakerfi lýsing sem að lýsir í rauninni hvernig þetta gæðakerfi vinnur eins og það er sett upp af okkur. Óþarf í rauninni að breyta því ef við notið það eins og við mælum til að nota. Inn í þetta fara úttektir og vottun og gæðastjórnunarkerfi. Til dæmis ef ég hef sótt skjalaskoðun fyrir þennan verktaka, þá hef ég farið inn í G1. Ég hef farið hérna í leiðbeiningar skráningu, ég hef smellt hérna til dæmis á beiðni skoðun, svo merki ég við hvaða faggrein viðkomandi aðili ætlar að skrá sig fyrir. Ég þarf að fá þessar upplýsingar þegar ég skrái upplýsingar ykkur í kerfið og sæki skjalaskoðun. Þetta er staðfest og sent inn. Við fáum staðfestingu frá frumherja. Þegar búið er að sækja skoðun, þá komum við skoðunargögnum, annars vegar umsókn til skoðunaraðila eins og þessari og svo gögnum sem að koma frá skoðunaraðila, sem sagt skjalaskoðunargögnum, staðfestingu á skjalaskoðun fyrir í G2 undir úttektir og vottun á gæðastjórnunarkerfi. Þetta er farið yfir G1 og G2. Að auki þarf að hafa upplýsingar starfsleyfi og löggildingar, þannig að hér þarf að setja inn upplýsingar löggildingu innmeistara, starfsleyfi, löggildingu hönnuðar og hönnunarstjóra, ýmis skírteini og vottorð eða skjöl vegna endurmenntunar, sem þá gögn sem þið sækið með því að smella á bréfaklemmuna hér og sækja einhver gögn inn í tölvuna hjá ykkur sem þá myndir af þessum skjölum. Starfsábyrgðartryggingu þurfa allir að vera með útskrift frá tryggingafélagi með hvaða hætti ykkar starfsemi er tryggð. Það er bara einfalt beiðni á ykkar tryggingafélag stöðu trygginga, sérstaklega þetta við byggingarstjóra sem þurfa að tryggja hvert verk sem þeir skrá sig fyrir og aðrir eru með sínar almennu tryggingar. Annað þarf í sjálfu sér ekki að skrá formlega í kerfið. Það er skylt að vera með verkefnaskrá en hún kemur fram í verkvinnslu og verkum lokið þegar þið farið að nota kerfið. Þannig að skráin er í rauninni í kerfið. Þið getið haldið sérstakar skrá ef þið viljið, bara með því að lýsa þeim eitthvað. Hér er hins vegar sniðnotað öryggiskerfi sem þið getið aðlagað fyrir hvert verkefni fyrir sig eða útbúið ykkar eigin handbók öryggi, heilsu og umhverfi og bætt á inn ykkar eigin tékklistum og formum. Hér eru fyrstu upplýsingar neyðarnúmer, hér þurfa að vera upplýsingar tengiliði og hlutverk vegna atvika, kort og leiðbeiningar, rýmisáætlun fyrir til dæmis stærri verk og umhverfisstefna sem þið getið þróað sjálf fyrir ykkar starfsemi. Hérna er upplýsingar tæki og búnað fyrir rafverktaka sem á einungis við rafverktaka. G3, það er kannski hjartað í skráningunum. Þetta er í rauninni upplýsingarnar sem þarf að fylla út fyrir hvert verk, sérstaklega ef þú ert byggingarstjóri sem hefur ýtrustu kröfur skráningu en sama sniðmátt á við fyrir iðnmeistara og hönnuði. Við byrjum að því að búa til fyrsta verkið úr frumritinu, frumritið er notað til þess að búa til ný verk. Þá veljum við frumrit. Það er valið með því að þið sjáum að það er blálitað og kemur fram upplýsingar það hér. Þá fyrir maður í að afrita frumrit, mellir á það og hvert á að senda þetta frumrit. Við ætlum að senda það í verk í vinnslu. Smellum hérna á verk í vinnslu, þannig að það er highlightað. Copy child items er merkt og smella svo copy into selected item. Og við höldum áfram. Viltum fara inn í verkefnið beint og við segjum já. Þá komum við inn í verk í vinnslu, þar sem við erum búin að setja eða afrita frumriti og við breytum nafninu þannig að þetta getur verið samkvæmt lýsingu í gæðakerfi og þá getur þetta verið bara GK gæðakerfi 2501 fyrsta verkefni ársins 2025 og ég er með B byggingarstjóra ábyrgð, M fyrir mestaraábyrgð, H fyrir hönnunarábyrgð og S fyrir hönnunarstjórn. Köllum þetta bara fyrsta verkefni gæðakerfis. Við kannski áætlum tíman á því, það er kannski að byrja núna september 25 og ég ætla að ljúka því 1. febrúar 27. Þá geym ég þetta. Þá er ég komið með undir verkefnislu fyrsta verkefnið í gæðakerfi og hér undir eru sömu einingar og eru í frumritinu og þetta er þá gögnin sem þarf að setja inn í hvert verkefni. Fyrsta verkefnið eru allir samningar sem tilheyra verkefninu og mikilvægt að finna þá samningar sem til og gera þá samningar sem þarf að gera. Eins og þetta samkomulagið meistara og byggingarstjóra sem krafa að sé í öllum verkum.
Þessa samninga getið þið sótt sem sagt, með bréfaklemmunni inn í möppurnar ykkar. Hérna er ég með gömul verkefni og getur fundið einhverja samninga. Náttúrulega hérna í Climeworks, kontrakt, trúnaðarskyldur. Ég kom með hérna einhvers konar samkomulag sem ég hef gert í sambandi við þetta verkefni. Á náttúrulega ekki við þetta verkefni en bara svona sýnishorn. Ég hefði líka getað sent þetta inn í kerfið með því að fara hérna í inboxið, inbox connection og hér er hægt að enabla inbox e-mail og þá fáið þið sjálfstætt e-mail sem að þið getið notað til þess að senda gögn inn í kerfið og afritið það farið inn í kannski webbrowser og getið sett inn skilaboð á þetta sem ég hef búin að búa til tengilið fyrir þetta e-mail og að senda einhvers konar gögn inn í kerfið. Vel hérna úr möppunum minni eitthvað sem ég langar að senda. Það getur verið konar tryggingagögn. Sendi það, fyrir aftur inn í kerfið. Þá sjáum að fyrir eru 20 athugasemdir inn í inboxinu hjá mér en núna hefur það breyst í 21. Það þýðir að ég var að fá sent inn í inboxið þetta hér sem ég var að senda. Þetta er hús sem að ég á og þetta ætti að fara inn í rauninni G2 ef að þetta væri fyrir þetta húsnæði. Hérna, það samfæri trygging, þá dró ég það yfirsemst bara með því að draga og sleppa. Þá get ég boðað það hérna í kerfinu og komið hérna tryggingaskiptin á réttan stað. Ég ætla nú að henda þessu hérna út. Nú er ég búinn að gera þessa tilraun, ég get þá hent þessu út úr inboxinu. Hérna er ég með alls konar fyrirspurnir og samskipti sem að ég á við þá sem að vinna með mér á Yipi. Ég er í inboxinu hér, bara aftur smelt á dashboardið til að taða með upplýsingar úr einingunum en hinn verkfærin eru svona önnur verkfæri sem að birta annars konar upplýsingar. Förum þá aftur í verkilistu. Næsti kafli, það eru þessar ábyrgðaryfirlýsingar iðnmeistara og byggingarstjóra, undirskriftir eða staðfestingar af vef þar sem menn setja sig á verk, afrit af byggingarleyfi framkvæmda og svo ýmis samskipti við leyfisveitendur sem að mikilvægt er að geyma, sem getur verið tölvupóstar eða hægt er að senda inn í inboxið og draga sem þá sjálfstæða pósta inn, til dæmis tek bara sem dæmi ef ég ætla að taka þessi samskipti þá viltu afrita viðhengi og þá er rauninni þessi póstur sem ég sendi inn, hann er komið hérna inn sem hérna á rangastaði í þessi tilviki en svona myndur draga einhvers konar samskipti á pósti sem að ég hef fengið að þessu. Skráið tengiliði, hann er á verktaka, tvísmelli hérna til að fá dashboardið aftur og mikilvægt er að halda einhvers konar skrá yfir þá sem að við koma að verkinu. Það er til dæmis eins og byggingarstjóri, hann er með eitthvað nafn og hann er með eitthvað netfang og ganga svoleiðis á línuna og hafa hér inni skrá yfir helstu tengiliði sem að koma að verkefni. Burt er þetta í skoðun. Ég seifa þessu hérna á græna nafnum. Næst er það skrá yfir fundi, samskipti og ákvarðanir og í svona stærri verkum að þá getur bætt inn til dæmis millikafla sem er bara verkfundir og smellt hérna á Save and New og þú vildir hafa annan kafla fyrir hönnunarfundi og ít á Save og þú komið með hérna sjálfstæða kafla fyrir verkfundi og hönnunarfundi og fyrir verkfundi getur þú farið hérna í edit knappinn og þú getur viljað merkja þá sem bara verkfundir og númera þá þannig að hérna undir autoformat ít á Save og þá þegar þú setur inn nýjan fund þarna þá er það fyrsti fundurinn, hann heitir VAFF 001 og geti verið startfundur til dæmis. Þá getur rauninni vera þetta, annarkvort hérna, eftir að skrá umræður, þau beint inn, eða ef þú færð fundinn sendan og getur að bæta honum inn sem viðhengi einhvers staðar úr tölvunni. Fengi hann þá sem PDF eða Word-skjal hérna inn. Hönnunargögnin, þau skýra sig býsna vel sjálf, gjarnan gagnaskrá, teikningaskrár eða eitthvað slíkt í þennan kafla. Byggingarnefndateikningar, munið samt að vera ekki að setja almennar vinnuteikningar þarna inn, þar sé að millibilsteikningar eða gögn, fyrst og fremst gögn sem unnið er eftir og rata á verkstað til að vinna eftir. Gögnum burðarþol, jarðvinnu, lagnir, rafmagn, loftræstingu og fleiri.
ásamt verklýsingum og fyrirmælum frá þá mögulega arkitekt eða verkfræðingum. Þetta raðast hér. Þetta var annarkvort sótt í inboxið ef þið sendi áherslusendi pósta með þessu gögnum inn í inboxið eða með því að nota bréfaklemmuna til að bæta gögnunum inn. Framkvæmd og áætlanir. Þetta er svona verkfæri fyrir þá sem að vilja skipuleggja verkið inn í kerfinu. Verkefnastýringar tól. Hérna er hægt að í rauninni að slökkva á öðrum elementum í kerfinu og það sem bara tímalínu og íta svo hérna á knappinn Show Child og þá kemur hérna upp svona gatrit fyrir sem hægt er að leika sér með varðandi tímastýringu á einstökum verkþáttum í verkinu sem við vilja byggja þetta hér. Það er sjálfsögðu opsjón að setja bara beint hérna inn með bréfaklemmunni eða úr inboxinu annarkvort Excel-skjal með tímalínu eða Microsoft Project skjöl sem að gera það sama. Ég breyti núna aftur, ég ógjarnan með tímalínuna á, ég yfirleitt bara með þetta þrennt sem eru svona mikilvægustu einingarnar til að fylgjast með. Já, ég hef gjarnan slökkt á Show Child vegna þess að ef maður er með kveikt á því þá sýnir hún alltaf allt sem er valið undir því sem er valið hér. Hérna komum við fyrir úttektum framkvæmda, það er að segja úttektir á framkvæmda tíma, lokaúttektir, skýrslur úrbætur vegna athugasemda og svo í þessu kafla eru yfirlýsingar verklok frá þeim sem að þurfa að skrifa upp á að þeir hafi lokið sínum verkþætti. Innri úttektir í skjalaskoðun eða virkniskoðun þá er mikið lagt upp úr að menn framkvæmi innri úttektir. Við tökum dæmi iðnmeistara með þennan gátista hérna fyrir sitt verk. Hann þarf að rúlla í gegnum þessi atriði bara til að yfirfara samninga, ábyrgðaryfirlýsingar, gráið tengiliði, geymsla á fundargerðum, hönnunargögn, skrifstoð, tímalína, tímaáætlun, úttektir, úrbætur, yfirlýsingar, verklok, vottanir og efniskaupum og byggingarvöru og ástand öryggismála í tengdri starfsemi. Frekar einfaldur listi fyrir iðnmeistara en tilgangurinn er að menn renni í gegnum þetta í hverju verki til þess að bara sannfæra sjálfur að allt sé í lagi og svo er bara hakað í. Ef að vantar eitthvað upp á þá er hægt að segja liður 9 á innkaup og iðnmeistara til dæmis. Þetta orðið liður í innri úttekt hjá viðkomandi aðila og byggingarstjórarnir eru með ítarlegri lista og til dæmis ef vel hérna ákveða að skoða bara tékklistana, sleppi öllu öðru og býti á Show Child og fæ hérna þessa lista sem eru hér undir og þetta eru svona þessir almennu gátlistar fyrir byggingarstjóra. Svo eru ítarlegri listar bæði hér hérna og eins undir G1 sem ég sýndi ykkur áðan undir innri úttektir, byggingarstjóra, áfangaúttektir og svo þessi listar fyrir ýmsan frágang. Hægt er að til dæmis ákveða að setja inn í öll verk með því að setja þennan lista bara inn í frumritið þannig að hann kom alltaf með hverju nýju verki eða taka staka lista og setja inn í innri úttektir í hverju verki í vinstri. Nú er ég búinn að opna hérna fullt af einingum og get ég farið hérna upp og pakka því öllu saman. Þá byrja ég bara að opna upp á nýtt. Förum aftur í verki vinstri, pakkum þessum listum saman bara svona og þá er það þessi kafli hér vottun og byggingarvörum. Hér eiga menn að skila inn staðfestingum á efnisvottunum fyrir ýmsa byggingarhluta í verkinu. Allir betri birgjar vita hvað ræðir og eiga þessi gögn til. Þið þurfum bara að biðja þetta með því efni sem að þið kaupið. Þá þetta við helstu byggingarhluta eins og steypu og stál, lagnir, glugga og hurðir, þakefni og klæðningar, helstu gólfefni og eftir atvikum raflagnaefni og fleira. Hér er kafli sem að getur hjálpað ykkur að safna inn alls konar verkefnum sem að eru til úrlausnar. Gætu verið hérna með grundun einhvern svona sérverkefni sem að þarf að leysa og hérna ætla ég að kveikja á gripsum aftur. Þá get ég lýst í verki, að lesa hljóðar, tala og geti safnað upp svona einhverjum úrlausnaratriðum sem er ekki beint hluti af hönnunargögnum og ekki beint hluti af fundargerðum en getur verið einhvers konar úrlausnaratriði sem þið þurfa að safna upp og vinna. Þetta er svona gróf yfirferð yfir frumritið og hvernig maður nota það í verkefni í vinnslu. Þegar þessu verkefni er lokið þá lítur maður að hérna með move-nafnum hérna uppi og hann spyr hvert á ég senda það senda það í verkum lokið og færa það þangað. Þá er þetta verkefni komið í verkum lokið. Fara hérna aðeins yfir þetta, plúsinn.
Hér bætið inn nýjum einingum inn í hverja einingu fyrir sig, hvar sem Í rauninni sett nýja einingu undir hvaða einingu sem og af hvaða tegund sem Þessi hnappur notast með því að velja til dæmis samninga, þetta skrifa eitthvað þar inn og smellið á þetta og þá fáið þið edit gluggann fyrir þessa einingu og hérna bætið inn viðhengjum, smella hér og veljið viðhengi úr eitthvað tölvu, þetta notið til að afrita. Hérna getið þið breytt status á verkefninu yfir í að vera lokið. Ef það til dæmis einhver fundagerð eða eitthvað svoleiðis sem lokið, hérna startfundur og ég merki hann lokið. Þá hverfur hann úr view-unum vegna þess að filterinn stilltur á að sýna bara það sem ekki búið. Ef ég kveiki á það sem búið líka, þá kemur þessi fundur inn aftur. En hann merktur þetta. Þetta til að færa verkefni á milli eða einingar úr verkefnum yfir á aðra staði. Það líka hægt að kópera hluta úr hverju verkefni yfir í annað verkefni. Ef maður vill þetta til að sprengja í sundur, pakka saman, hérna eyðiru verkefni sem valið hérna niðri. Hérna getur leitað í verkefnum allt saman eftir titli, lýsingu, checklistum, kommentum eða viðhengjum. Og þetta til þess að synkronisera við Google Drive. Til þess að synkronisera við Google Drive þarf að fara hér inn í User Settings og inn í Google Connection. Ég tengdur hér. Ef að þið ótengd, þá kemur hér gluggi sem að gefur ykkur færi á að tengjast með Gmail reikning við kerfið. Þá afritast alla möppur úr kerfinu eins og þær heita hér inn á ykkar reikning á Google Drive. Svo hér til viðbótar fjölmörg önnur verkfæri eins og vinnuskráning, workflow borð til að draga verkefni á milli. Setja því í mismunandi röð. Það actionlisti, það að segja verkefni sem að þú hefur sett á sjálfa þig eða sett á aðra og þú filtera það eftir alls konar kriteríum hérna uppi, status og priority, schedule og assigna þetta af hverjum á hvern og svo eftir típu. Mjög hentugt í verkefnastýringu. Hérna hægt að deila því sem kemur fram á hægri skjánum á hvaða tölvupóst sem og það hægt að útbúa PDF skrá yfir allt sem kemur fram í hægri skjánum og búið til sjálfstætt skjal eða skýrslu hér. En það efni í annan fyrirlestur. Ég ætla að láta þessa yfirferð duga sinni og það verður fleiri vídeó með nákvæmari útlistun á einstökum atriðum í kerfinu.